Já. Það hérna. Það var eitthvað sambandsleysi hjá leyniþjónustunni. Þeir voru eitthvað að endurtengja og gáfu mér reyndar pásu til að sækja mér kaffi. En þið megið búast við, eða við megum búast við alls konar vandræðum í þessar útsendingum alveg. Við erum nú ekki óvön því, Susan. Það er verið að það er alltaf eitthvað vesen í gangi, ekki? En hérna, aðeins að bíða eftir að krátið komi inn aftur. Já, ég sé að þeir eru að koma aftur. Þetta er svo þrautþjálfa lið sem að fylgir mér að það munar ekkert um að tengja og rítengja og tengja svo aftur. Hérna, ég ætla nú að deila þessu hérna, veitum við. Já, mér sýnist að einhverju sé nú að tínast inn aftur. Veit ég hvort ég á að bíða lengi eftir. Hvað ég á að bíða lengi? Eftir ykkur. Hérna, þetta sem ég er að fjalla er náttúrulega væntanlega töluvert umdeilt. Og ég er ekkert að grínast með það þegar ég er svona kíkjandi á gluggann og aðeins upp í himinin að sjá hvort það sé einhverjar þyrlur að koma. Að þetta lið er algjörlega sturlað, sko. Þetta, hvort sem við köllum það New World Order lið eða Rómaveldið eða Seðlabanka mafíuna eða hvað viljum kalla það. Þá er þetta lið sem svífst einskis til að halda stöðu sinni. Og það er líka náttúrulega verið að stefna á nýja landvinninga eins og að svipta Íslandi. Það því nú stýrt frá Sameinuðu þjóðunum og öllu þessu, en það er alltaf farið í vitleysu hjá þeim að því að fólk er farið að sjá í gegnum þessar markaðssýningar þeirra. Og jú, stundum drepaði fólk, en í flestum tilfellum þeir nú hættir því að það er svo mikil eftirmálar að því að drepa raunverulegt fólk. Þeir virðast vera mestu leyti hættir því. En ef ég held áfram, bara ég sé að það er eitthvað hlustendum að skríða inn tilbaka. Og mér sýnist útsendingin vera í góðu lagi núna. Þá vorum við komnir hérna, hvað segir töflureiknirinn? 818 721 1 klukkutíma og 3 korterum seinna. Já, við. Já, þetta var einmitt, ég var að fá hérna. Já, fyrirgefðu, þetta átti nú ekki að fara í útsendingu. Afsakið það, kæri félagi. En hérna, það voru mistök hjá mér. En hérna 1 klukkutíma og 3 korterum eftir að sprengjan springur, sem okkur sagt að hafi sprungið. Þá er búið að hækka hryðjuverkalevelin og allt byrjaði allt sett í maximum, sjáið.
og síðan er það 8:24. 93 mínútum eftir fyrstu sprenginguna. Þá þessum 2 tímum eftir sprenginguna á flugstöðina. Þá er svipað skogi í gangi hérna. Og þetta eru svona þessir framhaldsatburðir og áttuðu ykkur á því að þeir eru með töluvert af atburðum á áætluninni, þannig að þeir geta startað þeim eftir hentugleikum þangað til þeir ná tilfinningalegu áhrifunum sem þeir vilja ná, og þeir áttuðu ykkur á því það er hætta á því að þeir séu með plön í öðrum löndum líka, og það gæti til dæmis verið Ísland. Þið sjá, það er allt bara smoke and mirrors. Engin mynd birst af sprengingunni sjálfri. Hérna er sem sagt, sjáum þetta er athyglisvert. Já, cirka 2 tímum seinna eru Bretar farnir að setja sig í samband við belgísk has made contact, þeir eru alltaf í stanslausum samskiptum. Það er svo þeir tali aldrei saman nema þegar svona atburður gerist, að þá, já, hörðu, ég þarf náttúrulega að hringja eitthvað. Þeir eru stanslaust í sambandi. Þið munið eftir, ég fjallaði það, að þessi gaur hérna var að tala svona predikarar sem efuðust svona atburði, ætti bara að loka inn einhvers staðar. Þetta líður gjörsamlega keksað í hausnum, sko. Já, þess ber reyndar að geta að þetta er náttúrulega breskur miðill sem ég er að fletta hérna, þannig að það er nú kannski. Já, hvert er main goalið? Main aðal markmiðið núna er að fylgja Evrópu að baki frekari stríðsreksturs í Sýrlandi. Þegar Evrópubúar hafa nánast sagt bara absolutt nei. Og það eru Evrópubúar sem virðast hafa einhverja samvisku svona, einhvers konar réttsýni, og það veldur þessum stríðsglæpamönnum endalausum vandræðum. Og margir spá því að þetta brambolt allt saman endi með því að Evrópa sameinist með Rússum gegn þessum Ameríku, Ísrael, Sádi-Arabíu komplex. Þetta er náttúrulega stór öfl sem verður að glíma við, þannig að það er, betur við hérna sjáum við gluggann betur. Það er augnablik, sko. New web. Þetta er nú eitthvað spooky.
Já. Það er engar rúður sprungnar hérna neðri, neðanverðu. Það eru bara einkennilega rúður hérna. Og hérna, sko, þið munu kortið, þú vorum að skoða á þann. Sprengingin á sér stað, hérna sko, 1 eða 2 terminala hérna til hægri, sko. Samkvæmt þessu, sem að sýna okkur hérna, þá hefði sprengingin átt að gerast hérna milli 5 og 6, sko, ekki í númer 8, eins og við segja. En svo náttúrulega vitið að þessar sögur breytast alveg bara konstant. Þannig að það er svo sem erfitt að... Hvað er þetta hérna? Þetta er ekki trúverðugt. Hvar er glerið úr öllum þessum rúðum hérna? Og hvers vegna er svona mikið að gleri hérna? Þetta er bara kjaftaði, sko. Telling you, bara total bullshit, sko. Kræsisaktorar. Já, ég var alltaf að mæla hérna saksóknara. Ok, hérna kemur fyrsta fullyrðingin að þetta séu suicide attacks. 852 731 852 781 eru 121 mínúta. Já. 2 tíma. Það er búið að gefa það út opinberlega að þetta séu sjálfsmorðssprengingar. Og að þeir kölluðu á arabísku, það er náttúrulega ekki að taka það fram. Okay. The passenger cloud. Okay. Þetta er sem sagt flugvöllurinn. Okay. Já, ég var alltaf hérna saksóknarinn, hvenær? Já, Cobra meeting, sjá þetta hérna. Can't make this shit up, sko. Cobra meeting. Ég meina, er þetta James Bond mynd eða? Í alvöru, er þetta bara Benny Hill hérna eða er þetta einhver James Bond mynd? Þetta er bara rugl, sko. Cobra. Munið að það var úr einhverjum svona James Bond myndum. Þetta liði nú ekki í lagi, sko. Multiple explosion at different metro stations. Four different blasts. Ok, hvar eru myndirnar af þessum 4 sprengjustöðum? Close to European Union, sjáðu. Það verið að taka það inn í myndina.
Þetta allt að fara að tengja alla punktana í leikritinu, sko. Þetta svolítið breyta væna fréttir reyndar en 10 látist í metró, segir þeir. Náttúrulega auka lögregluríkið, það náttúrulega ekki spurning. Þessar rúður eru bara leiksýning, sko. Þetta bara gengur ekki upp. Seeing blood everywhere. Really? Hvar er það? Þetta hérna? Sjáðu. Það ekkert að marka þetta augnavitni. Já, ekki hringja. Af hverju það? Já, þið vitið að þeir slökkva alltaf á símanetunum til þess að Já, ég sá að þeir þóttust hafa fundið sprungið sprengjubelti. Það er bara standardhluti af lygasögunni. Og frekar styrkir að þeir nota alltaf sama leikritið, sko. Það er ekki allt sett í klessu, sko. Og Evrópubandalagið er náttúrulega aðalleikarinn. Ég finnst að pólitískt er verið að Já, einmitt. Og fræga fólkið, koma frægum inn í þetta. Já, einmitt. Vantar vegabréfin til að fullkomna þetta, segir Berti. Það er mjög líklegt að vegabréfin verði þarna við hliðina. Allir örgir, ekkert vesen. Já. Já, ok, þetta er það sem ég var að. Það er sem sagt klukkan 10:08. Það er sem sagt 4,5 tíma eftir að atburðurinn gerist, þá er saksóknari Belgíu búinn að staðfesta að þetta hafi verið sjálfsmorðsárás. Ef að þið trúið því, já, ég ætla nú ekkert að fara að vera neitt neikvæður, sko. Ef þið trúið þessu, þá er nú ekki í lagi heima hjá okkur, sko. Þetta er eina af þessum litlu klúum að þetta var undirbúið. Sko, saksóknarar ekkert að gefa út yfirlýsingar hægri og vinstri ef þetta er eðlilegt fólk, eða þess að þeir vita, eru starfið sínu vaxnir. Og þeir munið í Frakklandi, í París, þá var lögreglumaðurinn sem átti að rannsaka Charlie Hebdo, hann akkurat fram til sjálfsmorð daginn sem hann fékk stærsta mál lífsins inn á borð til sín, þá ákvað hann að fremja sjálfsmorð. Trúið því hver sem vill. Og það var skipaður strax annar lögreglustjóri yfir málið. Já, allir hálfvitarnir nýta sér þetta náttúrulega. Já, það er bara tilbúið áróðursefnið, sjáðu. Það er bara ready, set, go, sko. Þetta er áróðurs.
sending og það sem sagt 10 5 klukkutímum eftir atburðinn var komin áróðursmynd. Þetta áróðursmynd, heyaráróður, stríðsáróðursmynd. Að þú sért alveg með á hreinu að þetta sama psyopið sem í gangi. Tengingin þarna á milli mjög mikilvæg pólitískt. Hefur engan annan tilgang, sko. Hvaða listaverk nú þetta? Munið eftir vitnun á þessu að allt væri blóðugt. Það vitni sannlega verið eitthvað annars staðar. Og hérna listaverkið. Af hverju þetta ekki á hinni myndinni? Áttu ekki að vera eitthvað hér? Það stemmi ekki einu sinni myndirnar saman. Þetta svona líta æfingar út. Þegar þeir eru með alls konar æfingar, þá líta þær út cirka svona. Við vorum hræddir hryðjuverkar og svo það gerðist. Já, það er nefnilega það. Sjálfsögðu vitið þið allt það. Það lokaði alltaf morgun. Vopn fundust í flugstöðarbyggingu. Þetta er bara spuni, sko. Þetta er psyop. Þetta er psyop. Nú er bara allt fair game. Allir vændaveggir einstaklingsins og heimilisins hafa verið kastað fyrir róða og það skildi nú ekki vera markmiðið það. Fræga fólkið, má ekki gleyma því. Þetta er sympathy. Já, einmitt, sko. Já, einmitt. Það er trúlegt. Ef við farið yfir þessar myndir hérna, þá er engin einkenni af nöglum þarna, sko. Það er bara, þetta er bara spuni. Þetta er bara kjaftaði, sko. Þessi fugl hérna, sko. Þetta geirfuglinn, hann er semst ekki útdauður, geirfuglarnir. Það er athyglivert, sko, hvað síónista mídían fer gegn Trump. Ekki, sko, Trump er algjör hálfviti, sko. Og ég náttúrulega styð hann ekki að neinu leyti, en ég hef verið að vekja athygli á því hvað síónista mídían hatar hann heitt. Já, ok. Við sjáum við samhengið í þessu. Og sjá hvað CNN er að segja um þetta. Ég var nenn að því. Er þetta ekki orðið nokkuð ljóst? Hvað segið þið? Setið eitthvað í komment. Þannig ég veit að þið séu það þá. Ég er þetta að sé, það er áhverf, sko. Terror. Algjörlega sviðsett. Já. Þetta er sennilega sviðsett, sko.
Sýnist það? Já, það eru vídeó, ég vil ekki spila þau. Ég get ekki spila vídeó. Gaman að sjá hvernig þessi heila þvottastöð tekur á þessu. Og þið áttuð ykkur á því að það er í sjálfum sér ekki verið að þessir atburðir snúast ekki um það hvernig þér líður með það. Þessir atburðir, af hverju hjálpar enginn greið konunni? Sjáðu við segja það bara að horfa á hana eins og eitthvað viðundur. Og það er ekki verið að kalla til þín, það er í raun verið að kalla til af hverju detta rúðurnar úr hérna en ekki hérna. Hver er munur? Og já. Sjá, þetta er allt svona bara alls konar læti út af og hérna átti að hafa átt sér stað naglasprengja átti þessi sjáðu. Og sko í eðlilegum atburðum þá er farið með sá alla sjúkrabílana sem voru hérna. Eðlilegra er að fara með fólk beint í sjúkrabíl. Þetta er eins og var í Oslo, þá ráfuðu kræsisleikararnir fram og tilbaka sko. Og neituðu að fara í sjúkrabíl og enduðu í strætó. Og við höfum séð alla strætóana hérna líka. Þeir reyndar eru greinilega fannar að breyta sjónarhornunum en ég sá strætóana líka. Þetta opnar náttúrulega bara allir eru fair game. Kettlingar hérna. Já. Svo eru þessi hérna alltaf í gangi. Ekki strætóanir hérna reyndar. Þeir eru kannski næstu götum, helikóptar og allt í gangi náttúrulega. Þessi maður var að labba á naglasprengju, sjáðu þið. Með hita. Hann fékk hita, gæið. En þetta er svo sem bara mínar skoðanir. Það er eitthvað að tala um RÚV. RÚV er náttúrulega bara bein fréttaveita frá Sameinuðu þjóðunum. Og NATO og CO. Það er engin hugsun þar í gangi. Wow. Come on. Can't make this shit up. Þetta er lygi, sviðsett. Þið verður ekkert að gera með þetta. Nú, það er vakning í gangi. Margir hafa sýnt hvað belgar eru mikið að sprengja. Það er gott. Það er þetta sem að
verið að reyna að berja úr Evrópumönnum að þeir hafa ákveðna samúð eða þess þeir vilja ekki stríð. Já, hérna sem sagt, sjáum við hvernig Belgar hafa gengið hvernig þeir koma fram við fólk. Það er merkilegt að RÚV birti þessa frétt. Já, ég skil. Já, ok, þetta er psyop. Það gat ekki verið að RÚV væri. Þetta er til þess að sannfæra, þetta er til þess að sannfæra þig að þetta hafi verið þetta ímyndaða ISIS. Að þetta fólk sem verður að sprengja hérna í loft upp eigi $20 trilljónir bara í rassvasanum. Og og það verða væntanlega einhverjir psyop líka gegn okkur samsæringum sem eru ennþá krítískir á ástandið. Já, þetta er sem sagt alveg réttar staðreyndir en notað í annarlegum tilgangi. ISIS er stofnað, fjármagnað og rekið af NATO og co. Það er ekkert óeðlilegt að hryðjuverkamenn geri árás af því að þeir eru í vinnu hjá NATO og co. Og undir co-ið fella Sameinuðu þjóðirnar og Evrópubandalagið. Og og þeir tryggja það að svona atburðir gangi snurðulaust fyrir sig. Það er margsanna mál. Þeir eru núna til dæmis að þeir eru að tengja þetta við 7/7 í London. Að það er náttúrulega bara fundu ósprungið sprengju, já, einmitt. Fjölmiðlar haldi aftur á sér. Verða að eyðileggja psyopið hjá okkur. Ekki gefa upplýsingar. Come on, dudes. Það má ekki. Það er ekki saksóknari sem að á 4 tímum bara staðfesti þetta væri það sem að áróðismaskinnar segja þetta sé. Já, bara ég verð að segja að ég gleðst yfir því að þetta sé ekki stærri atburður. Og það er náttúrulega eru alltaf í svona málum þá eru slatti af atburðum skipulagðir, þannig að það má búast við jafnvel í fleiri löndum. Þá verði eitthvað meira í gangi, þar með talið Íslandi. Það búið að vera töluvert. Það er verið að undirbyggja svona atburð á Íslandi líka. Þannig ég verð á bakvaktinni með það og ég bið ykkur að hafa varan á náttúrulega. Af því að oft í þessum fólsku fánum þá tapast líf. Þið áttu ykkur á því að stjórn NATO og co. hikar ekki að myrða 100.000 manna eða milljónir manna eða þjónar hagsmuni þeirra. Og Albright fyrrverandi utanríkisráðherra
Bandaríkjanna var spurð hvort það hefði verið þess virði að drepa 500.000 börn út af einhverjum markmiðum sem þau voru með í Írak. Og hún sagði bara já, það var bara ekkert mál. Og það voru náttúrulega miklu fleiri drepnir. En ég hef náttúrulega alltaf sagt að leysa ofbeldi með ofbeldi er heimska og sko, ég styð ekkert ofbeldi sama í hvaða átt því er beint. Og það er mjög mikilvægt að sjá þessa atburði í réttu ljósi. Það er eina aðferðin til þess að koma í veg fyrir þessa vitleysu er að fólk átti sig á því hvað er raunverulega í gangi. Og þið sjáið að það er verið að tefla fram svona sölu, það er verið að selja þér hugmyndina sko, það er verið að selja þér hugmynd sko. Og það er fullt af, það er það sem saksóknari vara við, að ekki yfir selja hugmyndina sko, þá það getur farið illa sko. Og pólitísku hagsmunir garga svoleiðis í andlitið á manni, allavega í mínum eyrum yfirgnæfi það þennan atburð sem slíkan. Að Evrópubandalagið er alltaf að fara að renna á rassinn og fólk er farið að sjá að það er valdstjórnin og það eru skipuleg glæpastarfsemi. Þið sjáið í Eyrarbreimi þar sem ég fer og stórfrétt peningakerfið fölsunvídeónu fer ég yfir þetta skjal sem sýnir bara að þetta er allt saman eitt stórt skúispil. Og það hefur alltaf verið þannig að hringrásin er svo að fyrst er farið í gjaldmiðlastríð og síðan í heitt stríð. Alltaf þegar að þessar valdstjórnir eru búin að setja allt saman í klessu þá vilja þær fara í stríð til þess að þurrka upp alla gagnrýni í sínum eigin löndum. Þannig að þessar og það er eðli falskra fána, það eru valdstjórninar sem eru komnar í bobba með sína lygasögur, að það er framkvæma svona til þess að hrifsa til sín meiri völd og geta eitt allir í gagnrýni og svo víðari. Og þetta fólk sem er núna að tala í fjölmiðlum er allt saman stríðsglæpamenn. Þið sjáu það að herskipin frá Frakklandi voru lögð af stað til Sýrlands áður en að Parísaratburðirnir gerðust. Og 5 mínútum eftir núna seinni Parísaratburðin þá var sent alveg risa herlið að sprengja börn í loft upp í Sýrlandi. Þannig að það er ein stór lygi bara sem er í gangi. Og það vekur athygli mína hvað íslensku fjölmiðlarnir bara eru ljósritunarfabrikur fyrir NATO og Co. Það var til dæmis beinar útsendingar núna á Stöð 2 og hjá RÚV og ég setti nú meira svo kommentin á Vísir í dag, þannig að þeir vissu nú skoðanir mínar, en þið sjáið það er absolutt haldið frá sjónarmiðum mínum á þessum málum. Það eyðileggur allt heilaþvótta mantra að heyri svona gaur eins og mér sko. Og fólk sem er hrætt krefst meiri umsvifa valdstjórnarinnar, sem glæpasamtakana. Og quo bono, ég meina hver græðir á svona atburði? Ef að þið haldið að einhverjir Sýrlendingar eða bændur í Afganistan græði á þessum atburði, þá eru þið nú í þessum flokki heimskingja sem ég er alltaf að tala um. Quo bono, það er eina liði sem græðir á þessu er NATO hernaðarkomplexin. Það er eina sýnilegi ávinningurinn af þessum atburðum. Og
Já, þetta sko, nú sjáðu líka eins og á Íslandi, það sem er að gerast þar, að það er verið að pólitíkvæða lögregluembættin og dómskerfið og saksóknaraembættin og allt slíkt. Það er af því að í svona pólitískum atburðum, þá þarf eiginlega, þessi sjáðu, eftir 3-4 tíma bara saksóknari búinn að ákveða að þetta sé svona atburður hinsegin atburður. Það er ekkert eðlilegt, sko. Og hann er farinn að saksóknari er farinn að stýra fjölmiðlaumfjöllun. Ja, það er kannski bara ég sem að finnst þetta mjög óeðlilegt, sko. Og takið eftir að enginn vill heyra mína skoðun í þessu máli. Fréttamenn eru að selja sig sem svona einhverja hlutlausa aðila sem eru að fjalla um málin og eðlilegt hefði verið til dæmis að í þessum 2 fréttatímum, í hádegisfréttatímum hefði verið rætt við mig. Það vita allir að ég hef aðra skoðun á þessum málum, aðra sýn. Og það er skýr merki skipulagðan heilaþvott þegar það má bara heyrast ein mantra. Og það er náttúrulega það sem allir sjá að er í gangi í raunveruleikanum. Það er verið að réttlæta frekar í stríðsglæpi. Og þessi stríðsglæpa maskína er að hrynja í hausinn á þeim sem hafa staðið í henni. Að sko þessir aðilar sem eru núna í fjölmiðlum að blaðra út og suður eru algjörlega trúverðug, þeir hafa engan trúverðugleika. Og íslenskir fjölmiðlar náttúrulega bara með því til dæmis að tala ekki við mig, hafa engan trúverðugleika. Þeir vilja bara að þú kyngir heilaþvottapillunni frá Brussel. Og að þú gangist inn á það sem að NATO og CO er að selja þér. Það er það sem að máli snýst um. Út frá mínum skoðunum og því sem að ég sé í kringum mig. Þetta er náttúrulega bara mínar skoðanir. Og ekki trúa orði að því sem ég segi. Rannsakaðu sjálfur eða sjálf allt sem ég hef sagt og lagt fram. Og myndaðu þér þínar eigin skoðanir og settu það hérna undir í kommentin. Ef þú ert eða í kommentin á Facebook eða wherever, ef þú ert ekki sammála, og ég hvet þá sem að sjá þetta í öðru ljósi að tjá sig og náttúrulega og eða gera YouTube og senda mér. Það er í góðu lagi líka. En ég ítreka það í þessum fölsku fánum þá stundum drepa þær sitt eigið fólk. Það er þekkt. Pearl Harbor var til dæmis falskur fáni. Það sem þeir drápu slatta fólki. 9/11 var falskur fáni, það sem þeir drápu hvað var ekki 2-3.000 af sínu eigin fólki. Að já, sjáu þið slóðina á þessu. Og ég ítreka að þetta er náttúrulega internetið, þannig að ég tek ekki bara svona einn miðil. Það er hægt að finna meira að segja eins og Operation Northwood. Þar er hægt að finna upprunalegu skýrslunar um það. Hérna er Operation Gladio, USS Liberty. Já, Levon, ég hef ekki lesið þetta. Fróðlegt fyrir mig. Já, ég fór yfir þetta áðan líka. Viðurkenndir falskir fánar. Þeir viðurkenna náttúrulega aldrei að þeir hafi framkvæmt slíkt. Hérna er mjög merkilegu falsku fáni, Operation Northwood. Hann er skjalfestur, sko. Hérna er Operation Ajax, sem var til þess að steypa fólki á stóli, valdastólum. Og þið áttuðu ykkur á því að til dæmis í Liberty þá dóu menn, sko. Hermenn voru drepnir. Operation Gladio, þar var fólk raunverulega drepið.
þeir drápu fullt af fólki, sko. Og náttúrulega Tyrkir eru í vondum málum, þeir eru í stríðsglæpum og eru að gera tilraunir til þjóðarmorðs í Sýrlandi. Og eiturlyfja leiðin frá Afganistan til Evrópu og Bandaríkjanna er í gegnum Tyrkland. Gríðarlegt glæpakapal þar í gangi. Og svo náttúrulega þessi atburður hérna, ég nenni nú ekki að fjalla um hann einu sinni. Webster Tarpley, margt gott sem hann segir. Og þannig að það er ekki alveg eins og ég sé að fara með fleipur, ég er að skoða þetta í sögulegu samhengi og ég er ekki að skoða þetta út frá svona persónum sem eru á skjánum akkurat núna. Og það á náttúrulega eftir að koma betur í ljós. Það er yfirleitt sko að fyrsta stigi svona atburðar, þá sér maður nokkuð fljótt í gegnum ef að þetta er innanbúðarmál eða utanbúðarmál. Þetta hafa verið öll einkenni innanbúðarmáls. Bæði undirbúningurinn, pre-programmingin og núna pólitíska pressan er öll augljós. Og Guði sé lofa þeir hafa ekki burði til þess að framkvæma stærri atburði en þetta. Guði sé lofa fyrir það. Og það er raun góðu fréttirnar. Og maður sér sem sagt á fyrstu stigunum sér maður einkennin og ég er búin að sýna ykkur öll einkennin í þessu spjalli. Svo núna á næsta stigi þá koma ennþá meiri clues fram. Þannig ég mun hugsanlega vera með annað live þennan atburð ef ég nenni því. Ég meina, ef þú sér þetta ekki þá get ég ekki hjálpað þér, sko. Að ég kann ekki að láta blinda fá sín. Það er hann Jesús sem kann það, hann Jósúa. Að þetta er nú allt svona frekar á bókina lært. Þetta fylgir nánast alveg í smáatriðum falska fána bókinni, planinu. Það er það sem ég býst við að komi fram, að það hafi verið æfingar á svæðinu. Ég býst við því. Og það koma hugmyndir núna stríðsárásir og meira lögregluríki og jafnvel herlög bara í Evrópu. Og það er á því mómenti sem að það er það sem ef að þessir ef þið hættið að hlusta á þessar heilaþvottavélar frá Snato og Co. eins og hann Ómarsson og alla þessa hálfvita sem voru í fréttunum, hádegisfréttatímanum, ef þið hættið að hlusta á þetta lið og Evrópa hættir að hlusta á þessar heilaþvottamaskínur, þá munu kraftarnir dragast þannig fram að Evrópa mun ýta út áhrifum frá þessum stríðsmaskinum. Evrópa í eðli sínu, evrópska elítan er náttúrulega ekki alveg geðveik, sko. En evrópskur almenningur virðist vera að vakna mjög hratt og hressilega upp. Það er það sem þessi elita óttast mest, en þar eru þeir stríðsglæpamenn. Og eins og þið sáuð í umfjöllun mínu skjalið hérna, þá er peningakapallinn, seðlabanka, Heavenly Father draslið og stríðsglæpadómstólarnir í sama apparatinu og það er ástæða fyrir því. Og þannig að mín skoðun er svo að þetta er falskur fáni, absolutt, skipulagt og stjórnað og framkvæmt af Snato og Co. Og teka á sérsveitabílum og þyrlum. Að ég veit ekki með mannfallið hvort að það sé sviðsett eða
eða raunverulegt, mér sýnist það vera sviðsett. Og já, that's about it. Eitthvað meira sem þið viljið spyrja mig um? Nei, þetta orðið ágætt. Ég ætla að fara að njóta tíma með fjölskyldunum minni, sem besta fjölskyldi í heimi. Ég hef til umsjónar bestu börn í heimi og í samstarfi við bestu eiginkonu í heimi. Og já, endilega dreifið þið rásinni minni sem víðast og þessu vídeói. Og ég virði það alveg þegar fólk upplifir disassociation og hellir skítið við mig. Ég ekkert viðkvæmur fyrir því lengur. Og hvet fólk til þess að fara bara í sorgarferilinn sem byrjar á algjör afneitun og síðan gríðarlegri reiði. Og þá kemur fólk ofta aftur og kastar meiri skítið mig. Og síðan sættir fólk sig við raunveruleikann. Af því að sannleikurinn blekking manni. Og og ég hvet náttúrulega fjölmiðla sem að vilja láta taka sig alvarlega til þess að tala við mig. Og það eftirtektarvert að í báðum þessum hádegisfréttatímum í dag var ekki rætt við mig til dæmis. Ég vek athygli á því að það var ekki gert. Það tortryggir þessa fjölmiðlastarfsemi þeirra gríðarlega, tel ég. Já. Og svo náttúrulega ef þið viljið styrkja mig þá það mjög þægilegt í þessum rauðskjaldar bleðlum. Komið þeim á mig áður en þeir brenna upp. Sko, það má líka búast við að bankakerfið hrynji. Fyrst þær eru orðnir svona desperat. Þá hrynur bankakerfið, þú ferð inn á bankalínuna og það bara allt tómt. Af því að síðast var bail-out, þá voru ríkissjóðirnir tæmdir fyrir glæpamafíurnar. Næst verður bail-in, peningarnir ykkar verða teknir. Og lífeyrissjóðirnir og allt drasli verður tekið af ykkur. Og það búið að undirbúa löggjöf til þess að það geti gerst. Það hluti af þessari sálfræði sem í gangi núna. Það að koma á herlögum áður en að þeir tæma bankareikningana hjá Evrópubúum. Deutsche Bank sennilega næstur á hliðina, hann verður Lehman Brothers á sterum, sko. Og það verið að koma vélbyssisveitunum fyrir þegar að fólk tapar sér út af bankahruninu sem alveg að bresta á. Og þetta var gert á Kýpur. Þar var þetta gert með þeim aðferðum að fólk fékk ekki aðgang að peningunum sem þú áttir milljónin á banka en hafði bara aðgang að 200.000. Og menn tala það að þetta verði jafnvel svæsnara næst. Og þá bara já, það alltaf tenging þarna á milli. Þess vegna á þessu skjali sem ég var að tala um að þeir sömu sem stýra bankar eru hluti af hernaðarkomplexnum. Þú getur litið á banka sem hersetustöð. Engin munur á varnarliðinu upp á Keflavíkurflugvelli og bönkunum niður í bankastræti. Það engin eðlis munur á þessum tveim stofnunum. En þar eru þeir skapaðir með sama stofnskjali í Committee of 300 sem æðri stofnun en Bilderberg. Þetta gerði ég nú grein fyrir þarna í Eyrarbrimmi. Ég held að það veri eftir 1 klukkutíma og 35 mínútur manna nákvæmlega. Þið getur bara hort á allan þáttinn, það ekki nema 4,5 tími. Og ég fjallaði líka þetta skjal í stórfrétt, sönnun þess að peningakerfið blekking inn á Frelsi TV, YouTube-rásinni. En
Það er spurning hvað þessi atburður hefur mikla hröðun í för með sér. Mér sýnist, það er kannski óskikja í mér, að þeir séu að skjóta sig í fótinn með þessu. Það eru fleiri og fleiri sem munu vakna upp við þennan atburð. Í fyrsta lagi er hann mjög illa framkvæmdur, bara svona einföld atriði eins og sprengjuferlar og slíkt stemmir ekki. Myndina stemma ekkert við söguna, sko. Og það er farið að draga fram alls konar embættismenn og saksóknara. Þið vitið til dæmis að Germanwings-flugslysið var ekki rannsakað af flugslysanefnd heldur af saksóknara. Takið eftir því. Þannig að þetta er opin bók. Þetta er alveg augljóst að sjá þetta. Ég ætla að ítreka það að myndaðar þínar eigin skoðanir, ekki trúa orða því sem ég segi. Ég er alltaf bara YouTube-kjáni, eins og þið vitið. Það er ekki sama hvort þú fær fróðleikinn af RÚV-rásinni eða YouTube-rásinni. Það er allt annars. Þú mátt bara trúa því sem kemur af RÚV-vefnum, ekki trúa neinu sem kemur frá Frelsi TV YouTube-rásinni. Það er allt saman. Ég skil ekki þessi rök, ég er að fara með rök annara. Skiptar einhverjum máli hvort að ég fæ fræði mín frá YouTube-rás eða bók, breytið það einhverju í alvöru. En já, takk fyrir komuna, láta þetta duga í dag. Ég sé að það hefur vaxið töluvert áhorfendur núna seinni hluta. Þetta er svona bara bráða útsending sem ég hendi strax í og þetta er búin að vera allt of löng. En þar er þetta stórt mál og þurfum að fara yfir samhengi hlutana og allan þann pakka. Og endilega dreifið þessum, þau urðu nú 2, það var greinileg truflun hérna á milli. Það var eitthvað vesen að tengja inn á Utah-serverinn, þannig að þeir þurftu að slíta útsendingunni hjá mér í smá tíma. En áhorfendur mínir eru orðnir þrautþjálfaðir í því hindrunarhlaupi og kom allir inn hérna bara og ég fekk smá næðið að sækja með kaffi. Takk fyrir það. Hlerarnir ykkar. Og þannig að þið munið það líka næst að það getur alltaf þurft að hoppa svona í gegnum smá húps, endurstarta aftur og eitthvað svona vesen. Takk fyrir komuna og verið sæl.